Þessi sýningur hérna hvernig við náum að rendera myndir í Fusion. Þannig að við erum með hérna einhverja flotta teikningu. Við getum smellt hérna efst vinstra megin á design og farið yfir í render. Það sem að gera með render er bara að búa til öllu fallegri myndir í betri upplausn og svona meiri glans og svona. Hérna vinstra megin í þessum hérna flipa stendur appearance, að þá getum við sett ákveðið material á okkar hluti. Þá poppar upp þessi gluggi. Hérna niðri, ef maður skrólar niður, að þá er hérna alls konar hlutir. Fabric, glass, liquid, metal, mirror og svo framvegis. Og við getum tekið hvað sem er og það er líka hægt að sækja efni. Það er ekki allt innifalið. Þannig til dæmis hérna ef það er svona ör, þá er þetta hérna downloada í. Þannig að við tökum bara eitthvað hérna, ekki þetta, tökum bara inn eitthvað efni, drögum það bara á hlutin og þá er hlutin orðin að koma með þetta material. Síðan þegar við ætlum að rendera, þá förum við hérna bara í render. Það er hægt að gera, breyta öðru hérna, scene settings er hérna, það er hægt að breyta hérna birtustiginu. Það er hægt að breyta því. Það er hægt að breyta hvernig ljósið lendir á hlutnum. Þetta er flott. Og það er hægt að hafa reflections, hvort það hérna glampi svona af jörðinni. En síðan þegar þetta búin að stilla þessu upp eins og viljið, þá farið þið bara hérna í render, smella þar og þá getið þið valið hérna alls konar meginleika. Hérna til dæmis hversu breið og há myndin er í pixlum. Þið getið stillt þessu upp, þið getið líka valið hérna aspect ratio. Það er sem sagt ef það er 1:1 þá þýðir það að myndin er jafn breið og hún er há. Það er 1:1 hlutfall. Margir tölvuskjáir og sjónvörp eru í 16:9 hlutföllum. Ég ætla bara að taka hérna á 4:3 og hérna getum við stillt þetta hérna. Síðan bara þegar maður er búinn að ákveða þessar stærðir hérna, þá getum við bara að smelta á render og þá er þetta sem sagt cloud rendering, sem þýðir að þetta er ekki að gerast á þinni tölvu, þetta er að gerast á tölvu út í heimi. Og hún er að vinna því að búa til þessa mynd og þegar það er tilbúið, getur tekið kannski svona korter 20 mínútur, að þá birtist hún hérna og þá getið þið smellt á þá mynd eins og ég smelta hérna. Þá kemur þetta svona og þá getið þið farið hérna í þessa ör hérna, smellt á download og download images PNG og þá fáið þið myndina inn á ykkar tölvum í þeim gæðum sem vildu. Þessi hérna mynd er ekki endilega í fullum gæðum. Þá fáið þið myndina á ykkar einn tölvu.